Komið sæl og blessuð og verið velkomin í skák nr. 20. Þessi skák er sérstaklega tileinkuð félagi mínum sem liggur heima núna veikur. Hann er búinn að vera veikur í viku eða 10 daga held ég. Og hann leiðist, vantar eitthvað að horfa, vantar eitthvað að gera. Þannig að vonandi getur hann aðeins dreift huganum með að fylgjast með þessari skák sem ég er að fara að hefja en núna. 20. skákin. Og það er einhver frá Sviss, það er Ilja M frá Sviss, hann er 2-4-10 og það er Siki Leifert sem er komin upp á borðið og ég ætla að leika A6 sem er Kan afbrigði og þannig teflir þetta nokkuð hefðbundið, ég ætla að hafa drottningun minni hér, spurning hvort hann leikir C4 eða hvort hann leikir riddari C3. Það er svona ýmislegt sem er í boði, nú hótar hann að fara hér, þannig ég ætla að leika D6 núna. Ég spái að hann leikir C4, það er svona nokkuð beitt teflaðum þannig. Staðan sem að svartur fær í þessu afbrigði getur stundum verið dálítið, hvað ég að segja, svona lítið pláss, þröng staða, en býður upp á ákveðin svona gagnfæri ef að ég hef riddarana hér og biskupinn hérna á B7. Staða sem að kalla afbrigði sem er stundum kallað broddgaltar afbrigðið vegna þess að broddgaltir þeir bíða rólegir og ef einhver ætlar að koma að snerta þá og fikti þeim þá stinga þeir ansi fast. Og það er svona hugmyndin í þessu afbrigði að maður bíður svolítið rólegur og leiða andstæðurinn passa sig ekki þá fær hann kannski stungu í bossan. Það er hugmyndin okkar. Reyndar er hvítur búinn að tefla þetta mjög vel og búinn að stilla upp í núna mjög hættulega sóknarstöðu. Við sjáum að þessi biskupar eru mjög ókvíkjandi hérna á þessum skálinu. Þannig að ég má passa mig. Hann getur gert ýmislegt, hann getur bara farið með hrókin sinn hingað og reynt að máta mig. Ég þarf aðeins að bíða rólegur, það er spurning hvort ég að hafa biskupinn minn á F8 til að geta mætt honum hérna á miðborðinu einhvern veginn. Ef ég leik D5 strax þá kemur E5 vantilega sem er óþægilegt. Það er ýmsir möguleikar. Einn möguleiki er að leika sko riddari C5, reyna að ná þessum biskup hér. Riddari C5, E5, riddari drepur D3, riddari drepur hér, riddari drepur B2, riddari ding. Já. Það er ýmsar hættur. Hann hótar eiginlega að leika E5 núna. Blessaður maður. Mér finnst þið þurfa að bregðast mjög svona ákveðin hátt við þessari hótun. Ég ætla að leika riddari C5, ég ætla að hóta sem biskup. Ef hann leikur E5 þá get ég drepið og drepið drottningu. Okay. Núna verður ég spáð hvort ég geti leikið D5 núna af því að ef hann leikur E5 þá ætla ég að stinga upp í þessa biskupa. Ég ætla ekki að vera að hugsa mikið um þetta, ég ætla bara að láta vaða. Það er að segja ef hann leikur E5 þá ætla ég að blokkara þennan ókvíkjandi biskup hérna og reyna að fá eitthvað mótspil á kannski þessari skálinu. Vonandi. Ok, nú er spurning hvort ég að drepa hér, getur hann leikið hér millileg eða hvort ég að taka með, ef ég tek með biskup þá tapa ég riddaranum á E4 en spurning hvort ég verður bara að taka þetta með peði. Það er reyndar ekkert glæslegt en gera það samt. Ég get kannski tekið hér og skellt þessum riddara hérna í staðinn. Hann leyfir það ekki, nú fer kannski B4 að vera möguleiki fyrir hann. Ég ætla að bakka hérna. Ef hann leikur B4 og leikir riddari A4 og hóta biskupnum og svo kemst ég með riddarinn inn á C3. Ástæðan fyrir ég bakkaði með biskupnum hér er svo hrókurinn minn sem svolítið virkur hérna þannig að hann getur brugðist við einhverju á miðborðinu þar sem miðborðið opnast og hrókurinn minn klárir slaginn. Hvítur stendur klárlega betur og kannski mun betur. Staðan er miklu heilbrigðari. Ég er með stakt peð á miðborðinu sem er samt kannski ekkert veikleiki núna en þessi leikur, þetta er aldrei ógnandi, þetta er alltaf að koma hérna. Þannig að eitthvað er ég að gera.
Hvað er ég að gera hérna? Hér. Hóta þessu. Þetta er möguleiki. Hann getur allavega ekki, sko, með góðum móti drepa hér og kannski er ég að fara að drepa hér. Reynda beint ofan í hennar biskup en það er samt svona, ok, ég get drepið, riddari drepur, hóta drottningunni. Riddari sé 3, riddari drepur, hér, get líka leikið riddari F6. Ekki glæsilegt en samt alltaf lagi. Sko ef hann tekur hér og getur tekið með drottningu þá er ég að hóta riddari G3 skák, vinn drottninguna. Það er svona, ok, biskupinn minn allavega einhverja reyti svona í framtíðinni. Þetta er ekkert eins hræðilegt og að lítur út fyrir að vera. Biskupinn getur núna verið á D6 og hvað ætlar hann að gera við drottninguna sína? Ég hóta riddari G3 skák, hann var að leika hvað, drottning D3 eða drottning D1 eða riddari E6, hann getur náttúrulega að leika riddari E6 líka. Það er kannski mjög gott reyndar. Riddari E6, hvað ger ég þá? Drottning H5, hóta samt riddari G3 og eftir kongur G1 þá get ég, hvað, kannski biskup C5 skák eitthvað líka. Það er svona smá taktík í þessar stöðu. Smá taktík. Ok, riddari E6, ég get líka ekki biskup C5 beint. Riddari drepur C5, riddari G3 skák, drepið, hrókur drepur 1, hrókur drepur 2, drepur C5. Með drottningu fyrir hrók og mann. Það er smá pressa á honum, allavega, núna. Örlítil pressa. Hann gerði þetta. Ok, hann drepur á E8. Hann drepur með hrók, þá er ég með elínuna. Ef hann leikur hrókur F2, þá get ég annarkvort drepið á, ok, hann gerir það. Nú er hann að fara eitthvað með hrókin sinn. Sko, ef hann leikur hrókur F2, þá get ég leikið hinn riddaranum á E4. Ég get líka tekið, sko, á, get ég tekið á F5 eða? Nei, tekið. Drep með biskup. Hann drep með biskup. En byrju skák hér, það er ekki óþægilegt. Skák, riddarinn hans er leppur. Tengingin minn er með leiðindi þannig að ég mista aðeins fókusinn á það í smástund. Sem var kannski ekki gott af því að staðan er mjög tvísýn. Hann var á þetta máti hér. Verðilega að opna þessa skálinni hérna. Gera það núna. Núna er besta. Skák. Skák og mát. Þetta var skemmtilegur endur. En unnið var ég ekki með. Og chess.com segir a wild game and you came out on top. Skipti oft eigendur. En það féll mín megin og við skulum krifja skákina. Það er E4, C5 riddari F3, E6, D4 drepið riddari A6,
biskup D3 og svona hef ég telt mjög oft. Ég snúa þessu við, við sjá þetta frá sjónarhóli svarts. Svona hef ég telt mjög oft og þetta er besta leiðin fyrir hvítan til að tefla á móti þessu að mínum mati. Að leika riddari C3 gefur svörtum aðeins svona frjálsar hendur og meira spil á drottningavagnum og við tölum það daginn, ég man ekki hvort það var í síðustu skák eða þá var ég með hvítt og andstæðingurinn minn lék B5 og ég lék A4 þannig svart verður aðeins að passa sig, mér finnst þetta að vera nákvæmasta leikuröðin. Það er alls konar leiðir fyrir svartum til þess að mæta þessari uppstillingu hvíts, þessari Maroxi uppstillingu sem er mjög erfið fyrir svartan af því að það er svo lítið pláss sem svartur hefur. Ein leiðin er að setja biskupinn á G7 og berjast fyrir miðborðinu þannig en það er alltaf að tefla þetta svona eins og segja þessi broddgaltar uppstilling. F4, hrókur, eftirlega á þetta. Sko, þessi staður er pottitt komið upp áður. Tölvan er að leita. Hún hefur komið upp einu sinnaður, ok. Það er nú haldið að hann hefur komið upp oftar. Þá leik hvítur A4. Þá leik hvítur A4 í staðin fyrir F4 eins og andstæðingurinn minn leik. Og þá leik svartur drottning B8 og já, þetta var telt fyrir löngu síðan. Það sem er dálítið algengt í þessu, já, það er þetta plan hér. Drottningi fyrir á B8, hrókurinn fyrir E8, biskupinn fyrir á D8, biskupinn fyrir á C7 og svo er svartur tilbúinn í að stinga eins og broddgaltur gerir. Opna stöðuna og er það með biskupana sína báða kannski skálínunum og staðan opnast honum vil. Og sérstaklega leið og hvítur er eitthvað farin að reyna þá opnast staðan oft svona svörtum í hag. Þangað til það svartur að vera þolinmóður. Andstæðingur minn leik F4 sem ég held að sé bara prýðilegur leikur, það er engin ástæði fyrir hann til að hanga eitthvað. Og svo fór hann með hrókina af síðanum yfir á E1 þar sem hann hefði kannski haft heima bara strax. Og nú er hótunin hans að leika E5 mjög svona beinskeitt. Ef ég til dæmis leik einhverjum svona dúllerísleik eins og svartur gerur oft hérna, drottning B8, þá held ég að E5 bara drepið og þessi riddari hér er í vandastættur. Og ég get ekki séð að honum verið bjargað. Þannig að stundum opnast einhverja línur einhver svona taktík en það er alltaf alltaf í hvítu herbúðunum þannig að ég get ekki séð hvað svartur er að gera. Þannig að ég leik hérna riddari C5. Hugmyndi mín var ef hann leiki E5 þá ætla ég að drepa með drottningu, drepa með, nei fyrir ekki, ég ætla ekki að gera þetta. Hvað ætla ég að gera? Eftir E5, ætla ég að drepa D3 fyrst. Veitu hvað ætla ég að gera? Biskup B1, já. Akkur leika hann ekki E5? Það var einhver hugsunarvilla hjá mér, kannski. En kannski getur leikið bara riddari eftir D7. Ég get líka kannski leikið riddari G4, með það. Mér fannst allavega eins og ég þurfti að hafa biskupinn á D3 í sigtinu. Þannig að drottningin hans var svolítið bundin. Hvað segir þú herra skákareiknir? Ég er alveg að bíða eftir að tala að segja eitthvað, myndamál. Hún hefur eitt frá að fara núna afblásnin. Sko. Tölvan segir við erum bara að bíða þolinmóð. Vonandi finnst ykkur gaman að horfa á mig því við þurfum að bíða aðeins. Þetta er að koma. Ok, riddari C5. Biskup B1 er besti leikurinn. Af hverju ekki E5? Af hverju ekki E5? Þá riddari drepa D3. Sko mér fannst fyrst eins og getið kannski drepa á F6. Af hverju held ég það?
Já, ég skil. Ok. En eftir E5 þá get ég drepið á D3 eftir þetta. Mér fannst þess að ég þyrfti að taka hér. En ég get alltaf drepið hér og er þá að hóta þessu. Og þá, já. Þannig að hann verður þá að drepa hér og þá hef ég tíma til þess að leið ég bara ná hvíturindabiskupnum þá er ekki eins mikil hætta hérna einhvern veginn. Þannig að þá hef ég tíma til þess að hörfa hérna og það er alltaf leið. Held ég. Þannig að, ok. Mér fannst samt eins og meðan skákinn stóð eins og ég væri eitthvað að fara að drepa hér. Bara hugsunarvilla hjá mér. Drepa hér og mér fannst þess að ég var að fyrir drottningur og skýta og var að vinna biskupinn í staðinn. Þetta var bara eitthvað algjör villa í kollinum á mér. En ok, D5. Núna sko, já hann stendur bara aðeins betur en sem ég fannst, en D5 er samt góður leikur sko. Það er líka að geta leikið E5. En ok, riddar E4, hann drap hér og leik síðan riddar F3, hann getur líka leikið riddar F5 strax, hann er alltaf kláraði með mun betra tafl. Hér átti ég einn möguleika sem ég sleppti, það var að leika A5 og hóta að leika biskup A6 kannski. Afsakið, það gengur þetta eitthvað bröslega með þetta. En já, ég bakkaði með riddarann og ég þurfti að pressa miðborðið. Hér er þetta ekki fallegt sko. Hann á kannski ekki að vera að flýta sér, hann liggur kannski ekki á fyrir hann sko. Hann þarf ekki að taka þennan ákvörðun strax held ég. Getur bara, ég veit ekki, bætt stöðun eitthvað neginn. Fókus í einn eða eitthvað. En ok, hann drap hér. Ég var alveg sáttur við þetta. Drottningin mín er fín. Allt í einu leið að Elín og Robin þá er ég farin að hóta þessu. Kannski ég var að mista þessu eða eitthvað. Hann verður eiginlega að blokkara Elín. Hann lék sko drottning D3. Riddar E6 hefði örugglega verið vanlegri. Til þess að loka línunni. En ég stend samt vel leið að ég fer hingað og biskupinn á D6. Þetta er fínt sko. En nú er ég skyndilega bara komið með betra tafl sem ég skynjaði. Þetta er allt bestu leikirnir. En ég var eins og oft áður mjög tímatæpur og ég gæti ekki fundið almennilega svona haldbæran svona killer þannig í þessu. Hrókur D1 og hér hlýti ég eitthvað mjög afgerandi. Það hlýti bara að vera. Sem mér fannst fyrst, það var önnur hugsunarvilla, skrítið. Mér fannst fyrst eins og ég geti bara tekið hér. Drottningdreifur, riddarinn er leppur, en bara, þú veist, biskupdreifur, tapar manni. En ég get ekki biskup C8. En þegar maður er svona komið með frumkvæði þá vill maður oft ekki bakka. Þannig ég leitaði bara mest þvingandi leiknum og vonaði að hann væri góður. Hann er allt í lagi. Hér á ég hálfgerðan killer, komið hinn úr riddarinn í spilið að sjálfsögðu. Ég sé það bara auðvitað núna. Riddarinn er leiðinni hingað, þetta er mjög hættulegt. En ég fór hér til ómarkvist þannig. Og hérna væri ég bara allt í hann að missa einbeitinguna því að tengingin minn var eitthvað aðeins tæp. Þannig ég ákvað að fórna, það lítur hættulega út. En svo sem það var ekki rétt. Mér fannst þetta að taka einhver ákvörðun. Og ég vildi halda frumkvæðinu. En hér er hann sennilega bara búinn að missa þetta niður. Algjörlega. Hrókur E7. Hérna reyni ég að halda. Ég hefði koltapað hann bara að drepa á E4. Bara búið. Biskupdreifur E4. Dreipið hrókdreifur D6. Hrókur G1 gaf mér smá séns. Vá. Ok, hérna er líka D4. Það er ágætur leikur en ég á betri leik. Getið þið fundið hann. Hvítur vinnur. Byggir á sömu hugmynd, það er meira þvingandi. Og maður er að hugsa þvingandi leiki. Þegar maður er búinn að finna hann. Það er riddari eftir skák. Ok, það má ekki gera neitt með kóngum, maður verður að drepa. Drottningdreifur H3. Og eitthvað fyrir. Og svo D4. Þannig að riddari hér. Drepið. Ok, drottning fyrir náttúrulega bara tapa drottningunni. Þannig að ég get með þess að byrja á að drepa hér, það er ógeðslegt. Tekið síðan drottninguna. Riddari fyrir. D4 skák. Og þá sjáum við þessi broddgalta biskup, hvað hann getur orðið sterkur á skálinni. Og þetta endaði með máti. Svipað á gerðist í skákinni, en D4 er ekki eins nákvæmur vegna þess. Ok, hann drap hér, hann getur alltaf drepið hér. Það er mun skarra því þið drepið tilbaka. Þá getur hann tekið hér og þetta hangir einhvern veginn saman hjá honum. Talum við meina að þetta sé í fullkomnu jafnvægi. Það er einhvern veginn ofar mínum skilningi en líklega já
held í pressun einhvern veginn og vinn mann tilbaka. En ok, við vorum báðir á það tíma, tæpir handdrap hér og þá er þetta unnið á mig eftir þennan skemmtilega leik, riddari eftir skák. Hann draf með drottningu, ef hann draf með biskup, þá draf ég hér og vinn drottningun hans og hóta með þess að taka hér. Hann draf með drottningu, já, ég draf hér með skák, hann bara á breytleik og þetta er mát af því að riddarinn á F3 er leppur. Þannig að kannski innsiglaði sigurinn, þá hann væri kannski ekki alveg fullkominn þessi sigur, hvað þessi biskupar voru sterkir, hvað rættist úr þeim, eins og gerist oft í broddgaltarafbrigðinu. Þannig að, hvað hækkaði upp í 2-4-14, allt er góður leið og ég vonaði að haft gaman að þessu og ég vonaði að hafi lært eitthvað af byrjuninni. Sjáumst í næsta skák, bless bless.